Góðan dag. Ég vil byrja á því að þakka skipuleggjendum þessa málþings fyrir að skapa vettvang fyrir samræður mjög brýnt málefni í okkar samtíma og þakka Margréti fyrir mjög flott innlegg. Ég verð að viðurkenna að ég átti í dálítlum erfiðleikum með að setja saman þennan stutta pistil, var með innlegg á haustþingi Listasafns Reykjavíkur sem bar yfirskriftina Gleymt dót sem tekur pláss og kom þar inn á sumt af því sem til umræðu hér í dag. Innkaupa og söfnunarstefna og varðveisla mörgum söfnum hugleiki efni og ærin ástæða til. Ég kemst ekki hjá því að endurtaka eitthvað af því sem komið var inn á í það skipti og vona að endurtekningin trufli engan sem þar var. Við lifum á miklum uppgjörs- og úrvinnslutímum. Það lýsir ástandinu nokkuð vel að í byrjun síðustu aldar var allt hægt, ný tækni á mörgum sviðum og auðlindir óþrjótandi. Nú, 100 árum síðar, þessu öfugt farið. Tæknin farin fram úr okkur og auðlindir allar í hættu. Það gerði svo margt á síðustu öld sem við þurfum að vinna úr. Þetta sést á öllum sviðum, leikhúsin setja upp stórsýningar sem í úrvinnsluverk byggð á sögu einstaklinga eða samfélags. Eitthvað svipað á við aðrar listgreinar. Og það má líka því við sprengingu eða byltingu sem gerðist í listum á Íslandi frá aldamótum 1900 og langt fram eftir öldinni. Það hélst auðvitað sumu leyti í hendur við það sem gerðist annar staðar en vegna þess að við stóðum í sjálfstæðisbaráttu og uppbyggingu samfélagsins sem sjálfstáð þjóð á sama tíma, fær það sem gerðist hjá okkur aðra og mikilvægari merkingu. Listaverkageymslurnar varðveita heimildir þetta allt, en þar eru líka glufur, eins og við eigum eftir að ræða hér í dag, og síðustu ár hefur sífellt aukist áhuginn á því að endurskoða og leiðrétta túlkun þeirra sem tóku ákvarðanir hverju var safnað og hverju ekki. Það sem af þessari öld hefur uppgjör við þá síðustu við ábyrjandi. Mikil rannsóknarvinna í gangi, fræðimönnum fjölgar og ný filtersgleraugu eru tekin í notkun. Listaverkageymslurnar vekja forvitni og hafa sífellt meira aðdráttarafl, nýjar víddir opnast. Við þetta bætist að við erum að kljást við nýjan veruleika í samtímanum sem einkennist af annars konar landamærum, nýjum áherslum og breyttri samsetningu samfélagsins. En hver á að passa hvað? Hvernig getum við sem samfélag tryggt að öllu séu gerð skil? Á þetta heima á safni stundum spurt. Forsendur verðmætamatsins okkar í raun og veru síbreytilegar. Listasafn ASÍ geymir ýmis verk eftir fólk sem var út undan, ýmis sjálfskipaðir útlagar eða vegna þess að myndlistasamfélagið hafnaði þeim á sínum tíma. Því líkur fjársjóður að vinna úr, verð ég að segja, og aldrei að vita nema þeirra tími muni koma. Á Korpúlfsstöðum eru geymslur í eigu myndlistamanna þar sem finna má ógrynni verka undanfarinna áratuga. Bara listasaga þessa áratugar eins og hún leggur sig, eins og einn hluthafinn lýsti því. Þessi verk eru ekki varðveitt við viðeigandi aðstæður og þau eru ekki aðgengileg til rannsókna. Þannig örugglega mikið af verkum, sem ættu heima í safni og út allt samfélagið. Ég átti samtal við einn af okkar ágætu forvörðum fyrir stuttu. Viðkomandi hélt því fram að söfnin þyrftu aldeilis að hugsa sinn gang og hætta að kaupa svona mikið inn af listaverkum. Þetta tæki svo mikið pláss og væri svo dýrt og svo þegar ætti að sýna þessi verk væri þau kannski skemmt og þá kostaði svo mikið að fá listamanni til að gera verkin sýningarhæf. Búmm, segi ég nú bara. En það ekki grundvallareðli listarinnar að tala inn í sinn samtíma með það í huga að verkin eigi kannski líka erindi við komandi kynslóðir. Eigum við kannski að hætta að hugsa á þennan hátt. Við ættum kannski bara að taka upp á því að grisja þá sem eru valdir að þessu öllu. Myndlistafólki sjálft, útskrifa færri nemendur, sem væri í anda þess sem myndlistamaður í eldri kantinum lét út úr sér yngri kynslóð myndlistafólks. Þau eru svo mörg og eyðileggja svo fyrir okkur. Ég bý nú ekki
Ef einhverjum dytti í hug kvart undan myndlistamönnum af erlendum uppruna í vaxandi samkeppni myndlistafólks athygli. Þetta nú kannski svolítið grófar athugasemdir en til þess gerðar að vekja til umhugsunar. Söfnin, lítil og stór, örugglega best til þess fallin að varðveita myndlistina okkar, passa ekkert verði út undan, stuðla rannsóknum og miðla. Hvað að því að geyma verk í áratugi án þess að sýna þau? Tíðarandi vill ekki alltaf það sama og kastljósið mismunandi eftir tímabilum. Manni finnst stundum eins og það þurfi að aðgreina betur listasöfn og önnur söfn í landinu. Myndlistasöfn hafa mikla sérstöðu og lúta ekki sömu lögmálum og söfn sem geyma muni og ósnertanlega arfleifð menningu þjóðarinnar. Hjá þeim söfnum til dæmis grisjun ofarlega baugi, enda oft marga nýtja hluti af sömu gerð hjá þeim að ræða. Myndlistin snýst hins vegar í eðli sínu frumsköpun og hvert verk þar af leiðandi einstakt. Og þá erum við ekki að tala undantekningatilfelli eins og upplag og fjölfeldi. En við lifum á tímum mikillar efnishyggju. Samtímalistinn bregst við þessu enda hennar eðli að vera skrefi á undan öllum hinum í að túlka hvað að gerast, hvert stefnir. Verk Banksy sem var gert til að eyða sjálfu sér við hamarshögg hjá Sotheby's gott dæmi viðbragð við flækjum samtíma okkar þar sem efnishyggjan allsráðandi. Banksy listamaður sem hefur áhrif en rækilega flæktur í kerfið sem hann sjálfur að ögra. En allt verður að vinna saman. Ekki aðalmálið að safna góðri myndlist eða því sem við teljum vera góða myndlist hverju sinni, endurskoða matið okkar. Því allt getur þetta breyst með nýjum og nýjum gleraugum eins og við vitum. En hver á þá verkaskiptingin að vera? Hver á að taka ábyrgðina? Söfnin móta sér auðvitað sína stefnu sjálf, hvert og eitt, en hver ákveður hvað við þurfum sem samfélag? Hvar sá vettvangur? Grasrótin öflug, þaðan koma hugmyndirnar fyrst, þaðan kemur ákall breytingar og endurskoðun. Safnasafnið og nýlistasafnið spretta bæði grasrótinni þá hlutverk og staða beggja hafi smátt og smátt verið að breytast. Grasrótin nærir líka sérviskuna. Sérviskulegan þangagang sem byggir á eigin vangaveltum og fæðir af sér hugsanir og hugmyndir sem einstakar. Frumsköpunin í hnotskurn. Verkefni safnasafnsins sem vinnust leitulaust að leita uppi verk sjálfmenntaðs myndlistafólks óþrjótandi þó mikið hafi áunnist hingað til. Hlutverk nýlistasafnsins hefur líklega breyst meira frá því það var stofnað, þá til að safna verkum samtímalistamanna á miklum umbreytingatímum í íslensku listalífi. Íhaldssemi stóru safnanna ekki eins íþyngjandi í dag. Safneign nýlistasafnsins byggir á gjöfum og þó áherslu stjórnarsafnsins hverju skuli veitt viðtaka taki breytingum höfuðáherslan alltaf á tilraunukennda list. Við þurfum grasrótina með alla sína sérvisku og tilraunakenndu starfsemi og svo þurfum við líka stærri og íhaldssamari stofnanir. Einhvers konar jafnvægi þarna á milli. Það þarf að vera til hvati í kerfinu sem styður við þessa breidd, styður við grasrótaruppsprettuna, gefur þeim svigrúm sem ögra viðteknum venjum. Ég viðurkenndi einu sinni fyrir virtum embættismanni að sjálf væri ég mikill grasrótarfíkill og viðkomandi hrökk í kút og svaraði, ekki ég. Greinilega partur af kerfi sem vill helst bara viðhalda sjálfu sér. Kerfi sem með aðalfókusin á sjálfu sér og hlustar ekki á feltið. Við þurfum að hvata í kerfinu til að virkja flæðið á milli grasrótar og valdastofnana. Það leynist auðvitað líka grasrótarstarfsemi í heilabúi margra einstaklinga í kerfinu, en kerfið í sjálfu sér lítur bara öðrum lögmálum. Við þurfum rannsóknir sem ekki byggja eingöngu á efni sem hægt að finna á netinu og rafrænum skoðanakönnunum sem enda mjög takmarkað tæki. Þarf að notast við fleiri tæknilausar lausnir, samtal, heimsóknir, vitsmunaleg átök í rauntíma. Við búum ekki bara við óstjórnlega
efnishyggju heldur erum við sem samfélag illa haldin af klíkuhegðun og hjarðhegðun sem ekki vænleg blanda. Tískuorð og tískutrend taka yfir allt þó þau vari í tiltölulega stuttan tíma hverju sinni. Þetta kemur niður á samfellunni. Auðvitað skila þessi samfélagseinkenni sér inn í safnaheimin líka og hafa áhrif á hvernig söfnin og stjórnkerfi allt vinnur. Venjulega sjáum við píramída fyrir okkur með grasrótarlagi neðst sem undirstöðu alls, þar sem hugmyndirnar gerjast og mynda þrýsting á efri lögin, stofnanir og aðra sem hafa vald til að móta regluverkið og stýra hvert í stefnum. En ef við hugsum okkur þennan píramída á hvolfi með grasrótarlagið efst og stjórnkerfið sem undirstöðuna neðst, þá breytist allt. Það sem sprettur upp í grasrótinni nýtur þá þyngdaraflsins og sígur viðstöðulaust niður í undirstöðuna sem verður að bregðast við og vinna úr öllu efninu til að píramídinn haldi formi. Væri það ekki aldeilis frábært? Kannski er það þetta sem gerist þegar jaðarstarfsemin hefur greiðari aðgang inn að miðju. Jaðarstarfsemi er í stöðugri endurnýjun og tæmist aldrei, er óþrjótandi brunnur. En það væri síðan ömurlega leiðinleg án hennar. Þannig að við viljum ekki normalisera jaðarstarfsemina. Hvað sem að öðru líður þá er lifandi upplýsingaflæði milli mismunandi laga píramídans grundvallaratriði og mikilvægur lykill að blómlegu myndlistarlífi. Hressileg, vitsmunaleg átök eru hluti af því flæði. Takk fyrir.